Komið margblessuð og sæl og velkomin í Borgarann. Pál Bergþórsson veðurfræðing og fyrrverandi veðurstofustjóra þarf nú vart að kynna fyrir landsmönnum. En hann var fastagestur á skjám okkar sem veðurfræðingur hjá Ríkissjónvarpinu í 2 áratugi eða svo. Ég fór og hitti Pál í dag og spjallaði aðeins við hann veðrið sem leikur hér við kvöldsinn fingur í borginni í dag. Pál, hvenær byrjaði þessi áhuginn á veðri? Já, ég veit nú ekki hvort það var áhugi á veðurfræði beint, en auðvitað lenti maður í heilmiklum veðrum þegar maður var krakki fyrir löngu og eiginlega fyrsti bylurinn sem ég man eftir, verulegur bylur, það var 1929 fyrir 84 árum. Það var þegar afi minn og amma áttu gullbrúðkaup og þetta var mér þess vegna töluvert minnisstætt. Líka af því að presturinn sem kom, hann var veðurteftur, var í fleiri daga með frúnni sinni og var að lesa enskar bækur sem voru til heima. Hvenær fórstu að starfa við það þú læriði náttúrulega veðurfræði? Ég byrjaði á því 1946. Ég hafði verið innritaður í verkfræði í háskólanum en einhvern veginn leið mér ekki nógu vel í henni og ég held að prófessorinn minn hafi fundið það. Það var Finnbogi Rútur, faðir hennar Vigdísar og einn daginn þá kemur hann til mín og segir að Teresíu Guðmundsson sem þá var nýlega orðinn veðurstofustjóri, hann vanti veðurfræðistúdenta og það var eins og við mannin mælt náttúrulega. Ég fann það að þetta var það sem við höfðum alltaf langað til þó ég vissi það ekki. Svo ég fór í það. Og var reyndar fyrsta árið bara, ég komst ekki strax í skóla, svo ég var fyrsta árið á veðurstofunum, það var mér afskaplega gagnlegt líka að kynna starfinu áður en ég fór að læra. En svo varstu fastagestur á skjám landsmanna? Já. Ég var í skóla í Stokkólmi og áður en það var nú, þá var mér boðið, það var nú alveg stórkostlegt, mér var boðið að vera í 2 ár í framhaldsnámi við Stokkhólmsháskóla á stofnun þar sem var verið að undirbúa fyrstu tölvuspárnar. Svo að ég var þáttakandi í því og fékk alveg sérstakt verkefni á sænskum stúdent sem þarna var og það var að láta tölvuna teikna veðurkortin í staði fyrir að veðurfræðingurinn teiknaði þetta allt saman svo að lesið af því hvað stæði hér og þar en í staðinn þá reiknaði hún þetta allt saman út og vissi það þegar hún var búin og gat haldið áfram og byrjaði að spá. Og svo aðferð sem við eiginlega komumst að þarna, hún í grundvallaratriðum en þá nótuð. Hafa spárnar eitthvað batnað? Myndirðu segja það með tölvutekninni? Það nú líklega. Já. Það var náttúrulega ekki mikið fyrst í stað þessum fyrstu tölvuspám en svo fór þeim að fara gríðarlega fram. Tölvurnar urðu voldugri og gátu spáð fyrir allan hnöttinn upp og niður í gufuhvolfinu og það 30 ár síðan farið var að spá 10 daga fram í tímann, segi ég. Og lengra hafa maður reyndar ekki komist með daglega spár. Það sýnir sig að þá fer að eitthvað að fara, eitthvað sem maður vissi ekki að koma inn í og getur valdið heilmiklum breytingum. En framfarirnar eru gríðarlegar að því leyti að þessar 10 daga spár eru allt eins góðar og tækja sólarhringaspár þá, eins og þetta tækja. Ég heyrði það á dögunum að þú varir að spá svolítið breytingum og svolítið meiri kulda hérna á landi næstu árin. Já, er það rétt? Ertu að gera okkur þetta? Ekki beinlínis að spá því og þó. Ég hef verið í þó nokkuð lengi eftir að ég var svona gamall og komin á 10. tuginn núna. Þá hef ég verið heilmikið að spekulera í liðnu loftslagi og hvernig það hefur hagað sér. Og þá kemur það í ljós að þegar maður berðar saman við
loftslagið á Grænlandsjökli sem maður hefur fengið eftir athuganir sem þar hafa verið gerðar langa tíma, þá kemur það í ljós að mjög svipaðar sveiflur þar og hér eru í veðurfarinu og gríðarlega miklar. Þannig að í 300 ár frá 1600-1900 þá skiptist á alveg 30 ár þegar það var tiltölulega gott veðurfar og fólki leið bærilega vel, sérstaklega miðvikið. Svo komu önnur 30 ár og þegar það var allra verst, þá voru hörmungar og manndauði af hungri. Ég heyri það bara á þér, því finnst þetta samt svolítið spennandi. Þetta er alveg úrskaplega spennandi náttúrulega, en þetta getur vissulega verið hættulegt og þetta getur, þó þetta hafi farið svona á stað, þá getur hraðin aukist. Það er hugsanlegt. Sjórinn er að taka við þessum koltvísýringi þegar sjórinn fyllist á honum, þá safnast þetta meir í loftið og svo framvegis og það er spáð þetta núna, loftslagi. Ég er ekki að því en það er úti í heimi eru menn með spár allt upp í 100 ár. Þetta er ekki gerðar á samhátt og venjulegar veðurspár. En þeir geta fundið það út hér bil hvað muni hlýna mikið ef þeir vita hvað miklu verður brennt. Og það hefur verið þannig að það hlýnaði mjög mikið frá 1920 fram yfir 40-50 í en 25 ár. Svo fór að kólna og varð kaldast svona 1980. Svo fór að hlýna mjög mikið og er núna hlýrra en nokkru sinni fyrr. Og þetta er alveg það sem mátti búast við ef maður hafði kynnt sér þessar sveiflur hér áður. En þetta leggst ofan á, þannig að í hver skipti sem hérna kemur hlýskeið, þá verður það meira heldur en var síðast og kuldaskeiðið verður hlýrra heldur en síðasta kuldaskeiðið. Þá er fjandinn laus, sem má segja. Þá kólnar og kólnar. Ekki eins mikið og síðast, en það gæti orðið allt annað heldur en það að haldi stöðugt áfram að hlýna eins og þeir eru reyndar að spá hjá loftslagsnefndinni núna. Erum við að tala frostavetur? Já, það geti orðið nokkuð harðir vetur, þó ekki eins harðir og voru oft þarna á hafísárunum og upp úr því. Þeir eru það nú ekki, því að þetta yrði vægara kuldaskeið heldur en síðast. Það er alltaf reglan. En þetta er allt annað heldur en stöðug hlýnun. En nú get ég náttúrulega ekki fullyrt hvenær þetta fara að breytast. Þetta hefur staðið býsna mikið í staði í 10 ár. Knattspyrnukonan Greta Mjöll Samúelsdóttir tilkynnti það á fésbókarsíðunni sínum liðina helgi að hún væri hætt í boltanum. Ég fór og hitt hana Gretu á sparkvellinum. Greta, ertu hætt í boltanum? Já. Hvað kemur til? Það var ekki auðveld ákvörðun. Ég er hætt í fótbolta af því að ég er eiginlega bara komin með nóg af því að vera illt. Það er nú eiginlega stærsta ástæðan. Ég er búin að vera að berjast við þetta hnéð mitt síðan 2008 þegar ég sleit og það eiginlega vann bara á endanum. Ég ætlaði alltaf að klára það og koma með mega comeback og ég hef samt náð að spila fótbolta aftur og gera það vel og taka meira sér á móti titli í sumar og það var æðislegt. Komst aftur í landslið og svona þannig að ég náði að vinna í smá stund hnéð en ég eiginlega hef aldrei náð mér til fulls og endaði á því að fara í 4 aðgerðir á hnénu. Þannig að þetta er bara svona komið nóg. Er langt síðan og tókst þess ákvörðun? Ég er búin að vera kannski með hana svolítið í maganum í sumar. Ég hugsaði að mér langaði að eiga rosalega gott sumar og að Breiðablik ætti rosalega gott sumar. Þá vissi ég yrði sáttari við ákvörðunina, þannig að hún lá alveg fyrir einhverju leyti sko. Það var nú bara af því að það er ekki fyrir maður svona farin að vera illt að svona ofta að þá fyrir maður að hugsa kannski, hei, er þetta þess virði? Og að mörgu leyti já, auðvitað, af því að þetta hefur gefið mér svo margt. En svo þegar maður er alltaf illt, þá auðvitað er erfitt að pína sig meira og meira áfram og
það tekur kannski svolítið sjarmann úr þessu líka. Þannig að ég get bara farið frá þessu og var sátt held ég. Og hvað var svo ferillinn langur? Það er svolítið skrítið að tala svona við 26 ára. Ég er ekki gömul, það er nefnilega rétt. Allavega finnst mér það ekki og með fótboltakonur er ég ekki. Nú oft talaði að konur eigi að toppa í kringum 25, sko. Þannig að ég er kannski svektist með það. Aldursleysi á í fullt inni. En ég er búin að vera í fótbolta síðan ég var 3,5. Ég kom með þetta bara hérna með mömmu alltaf. Það var nú ekkert af þessum húsum hérna á svæðinu. Það var bara, það var einn kofi hérna sem áður en Smárinn kom og maður var svona innan hús eða í reiðhöllum eða eitthvað með mömmu og í fótbolta. Og maður þetta fyrst bara horfði á alltaf en svo var maður bara að sprikla með og ég held ég að byrja í 4. flokki. Þá var ekki til neitt minni flokkur. Í dag bara svona sem samanburði þá er til 8. flokkur. Þannig að ég byrjaði í 4., svo fór ég niður í 5. og svo niður í 7. og svo var ég þar í nokkur ár. Og svo fór ég loksins upp flokk og það var alveg geggjast svona stórt skref. En ég er þá búin að vera í fótbolta í 23 ár. Sem er brjálæðislegt. Hver er svona stærsti sigurinn svo á ferlinni? Vá, svona næst manni stendur akkurat núna bikarmeistaratitilinn í sumar. Og það var kannski gaman af því að maður er orðinn svona með þeim eldri og reynslu meiri og vera fyrirliði var þetta sérstaklega skemmtilegt. Fá að lyfta bikarnum svona. Og auðvitað held ég að það sé bara svolítið stórt. En auðvitað þegar við unnum bikarmeistaratitilinn síðast sem var 2005 fyrir fullt af árum síðan, alltaf langt síðan Breiðablik tók titil, þá var það rosalega gaman líka því að þá kannski spilaði ég stærra hlutverki í leiknum sjálfum, skoraði 2 mörk. Það átti svona rosa gott sumar og var það sumar valin í landslið fyrsta sinn og var svona blómstra svolítið frá því að vera krakki að vera svona í meistaraflokki. Þannig að það er virkilega minnistætt líka, þannig að þeir eru þessi titlar alveg allir jafn sætir einhvern veginn. Svo var ég Evrópumeistari í mýrabolta í sumar, það var líka ógeðslega sætt. Það var geggjað. Ég meiðsli afturhaldum ekki frá því að syngja. Þú ert að syngja. Já, ég synga aðeins. Það var nú yfirleitt alltaf bara í styrstu. En mér finnst það voða gaman og systir mín semur svo falleg lög. Þannig að við erum búin að vera að syngja svolítið saman. Og við gáum út lag í sumar. Gekk voða vel og er ennþá bara að vera að spila á fullu. Þannig að það er kannski bara eitthvað nýtt sem tekur við. Ég verði eiginlega að biðja þig sko því að fyrst þú ert þarna og ég veit þú ert með skóna með þér. Já. Og við erum á sparkvelli. Til ég að skjóta á mig bara ef ég skelli mér í markið. Já, ef þú lofar að verði ekki, þá verður þetta Ég er náttúrulega þrælvanur náttúrulega í boltanum eins og þú veist. En ég er alveg til í það. Já, ég er til í það. Ég gæti varið sko. En þú fær bara 1 skott. Það lukkar sér fáránlega illa ef ég sko var ekki. Ég meina, þú ert hætt, það skiptir ekki máli. Það er ekki verið að velja mig í landslið hérna. Heyrðu, förum við skóna? Hún á ekki breyk sko. Söngvarinn Þór Breiðfjörð heillaði heldur betur alla búr skónum sem sá söngleikinn Vesalingarnir í Þjóðleikhúsinu ekki fyrir svo löngu síðan. En Þór hefur mikla reynslu af söng ekki bara hérna á Íslandi, heldur einnig erlendis. Ég settist niður með honum og ræddi hans við hann ferilinn. Hvenær fluttir þið til Bretlands, Þór? Ég flutti árið 1996 og ákvað að freista gæfunar erlendis, fara í skóla. Bauðst pláss í Arts Educational sem skóli hérna í London, einn af toppskólunum í svona postgraduate námi þetta kallað, sem svona smá framhaldsnám fyrir þá sem hafa verið í stykkjum.
Og hvernig vissu þér að þér, hvernig inn í hennan skóla? Ég sendi þeim inntökuvídeó á VAFS. Já, VAFS. Já. Það náttúrulega var ekkert neinn idol-keppni þá. Nei, svo voru gufuskip sem að fluttu þessar spólur til London. Já, auðvitað. Og þú hefur komist inn, náttúrulega. Ég komst inn, já. Já, ég var með eitthvað monólóg og ég man ekki alveg, það var eitthvað fleira. Ég held að það aðalega verið leiklistarmonólógur. Getur verið, ég hafi sungið eitthvað á þessu vídeói, sko. Já. En já, svo komst ég hérna inn og eftir námið þá var bara að freista gjafirnar og fara í inntökuprófin, stóru. Og þetta var sem sagt leiklistar og aðalega námið? Já, þetta var sem sagt, þetta var söngleikjadeild, beinleinis, sem að strákur á norðan með mikinn fótboltabakgrunn var tekinn í ballett. Já, ég skil. Á hverju söngleikir? Hvenær fórstu að hafa svona mikinn áhuga á söngleikum? Ég byrjaði náttúrulega bara sem blues og rock söngvari og þar eru mínar rætur, en ég var aðeins að leika í áhuga leikfélögum þegar ég var svona yngri og svo þegar ég var í Fjölbraut í Ámúla, eins og margt gott utan bæjarfólk, að þá fór þetta svona að þróast. Við vorum að hita upp þarna rocksveitin fyrir Sálina og Sólina og þótt að hafa heitið lengri nöfnum þá. Og ég fór í opið inntökupróf fyrir Hárið sem var sett upp á Vesturporti í Íslensku óperunni og komst þar inn. Ég syng eitt duett þarna á plötunni og svo lék ég Júdas á móti Stefáni Hilmarsen. Við skiptið á milli okkar í Borgarleikhúsinu. Og svo svona eftir smá umhugsun að þá ákvað ég að fara út. Ég reyndar hefði getað endað í Vínarborg því að ég sótti líka fór í inntökupróf þangað í skóla. Þá hefði kannski orðið óperusöngvarinn sem fólk að segja að ég er alltaf að lenda í þessu núna. Já, ég er náttúrulega búið að vera svo lengi í burtu, kem hérna, geri vesalningana og ég var upp á Rás 2 daginn að syngja svona rocklag og þá fólk að segja, já, þú sagði flott maður, ertu ekki óperusöngvarinn? Þannig að þú syngur bara marga stíla? Já, það bara felst í söngleikja þjálfunni. Mínar rætur eru blues og rock, en síðan þarf að geta skipt á milli stíla, sungið jazz, sungið semi-klassísk. Ég get ekki talið mig vera klassískan söngvara. En þú klárar hennar skóla út í það ekki með bravúr og ferð eitthvað að vinna svona fast í leikhúsinu? Ég var sem sagt síðasta mánuðið, þá var verið að hvetja okkur til þess að fara í opin inntökupróf og þá voru við að fara, sko, krakkarnir. Og þetta voru þá opin inntökupróf. Það þú ert, sem sagt, venjulega þegar þú ert komið með umboðsmann, þá getur þú pantað tíma sem kannski svona plus mínus korter. Þetta rosa ferli og flókið verður. Já, þetta marglaga ferli, en í opnu inntökuprófi þá þetta ennþá lengra. Því að þú ferð bara, þú mætir, það bara ákveðin opin inntökupróf. Það ekki allir söngleikir sem að vilja þetta. Það meira á Broadway, skils mér. Svo mætir þú fær bara eitthvað miða, svo bara númer eitthvað, 400-500 eitthvað. Og þeir segja, já, cirka klukkan þetta. Þú mætir og þá alveg heilmikið ferli, þú veist, þú ferð fyrst fyrir utan, svo inn í eitthvað herbyggi, svo í annað herbyggi, svo þeir venjulega komin eftir á tíma. Þannig að það kannski hrópað, heyrðu, 8 taktar takk fyrir og þá tekur upp nótuna sem þú ert með og merkir við hvaða 8 takta þú ætlar að syngja. Svo kemur inn, lætur píanóleikarann fá nótuna, segir þetta, cirka svona hratt og svo segir þú góðan daginn, ég heiti þetta, syngur 1, 2, 3, 8 taktar, takk fyrir. Hvernig eru töðarnar? Þjálfast maður kannski bara upp í þessu? Já, þú veist, í mínu jobbi hérna úti þá varstu bara alltaf í inntökuprófum, hver einustu viku. Það bara hluti af jobbinu. Þú ert bara með möppu með lögum og monólógum sem tilbúin fyrir mismunandi aðstæður. Og það hluti af þjálfuninni, sko, að vera komið með eitthvað sem þú veist, svona sýnir röddina á þér í mismunandi stílum. Hvernig gekk, sko? Ég komst inn. Hverju landaður? Ég komst inn í Superstar sem lærisneið og lærisveit, sem sagt. Og ég var þarna, sem sagt, þangað til að ég fór yfir í vesalingana og þá ég komið umboðsmann og eftir það þá var hann bara ansi blómlegur ferill.
Þegar þú kemur síðan hingað heim og tekur þátt í uppfærslu Þjóðleikhússins og Vesalingunum. Já. Kannski fólk gerir sér grein fyrir, þú ert búinn að syngja í Vesalingunum úti í London í hvað mörg ár eða hvað? Já, það reyndar þó nokkuð langt síðan ég gerði þetta síðast. Já. En ég var að reikna það saman að ég er líklega með rúmlega 1000 sýningar undir beltinu eða á bakinu, hvernig sem fólk vil líta það, Já. af Vesalingunum í mismundu hlutverkum og mismundu uppfærslur. En þetta eru náttúrulega árssamningar yfirleitt. 8 sýningar í viku, þannig að þetta er fljótt að koma svo sem. En eins og segir, þú komin hérna heim og ætlar að vera eitthvað hérna úr síðu eða hvað? Já, ég er komin hérna af fjölskyldu ástæðum. Við höfum verið að hugsa þetta í nokkur ár og vorum að velja réttan tíma. Bæði fyrir son minn að mennta sig hérna og bara vera nálægt ástunum. Ég á nú kannski vona að ég verði nú kannski eitthvað að skjótast út en það er bara á eftir að koma í ljós. Ég kann vel við mig hér, það er náttúrulega búið að breytast þó nokkuð mikið. Þetta er orðið opnara hérna. Góður Guð, heyr ég bið, ég í neyð, æ fann þig mér við hlið. Ungur hann kvíðir enn, ógnar hríð, miskunn blíð, leið hann ef Guð mér gefið hefði barn, hann gæti verið sonur minn, en æsku vor leið skjótt og gengin spor birtast skjótt og senn ég dey og sofna rótt.
Og hér setjum við punktinn yfir íð í Borgaranum þessa vikuna. Við sjáumst aftur á sama tíma hér á N4 miðvikudaginn í næstu viku. Hafið það gott.